Komiði sæl. Það gleður mig að tilkynna að ríkisstjórnin hefur samþykkt tillögu forsætisráðherra og mín að fjármagna varanleg fjarskipta við útlönd gervihnött. Ástæðan er einföld. Ef sæstrengir sem tengja Ísland við umheiminn myndu rofna, myndi það hafa gríðarleg áhrif á íslenskt samfélag. Það myndi hafa áhrif á heilbrigðisþjónustu, orkuöryggi og bankaþjónustu, svo dæmi séu nefnd. Nýleg dæmi sýna það að skemmdarverk á sæstrengjum eða árás á sæstrengi getur valdið algjöru sambandsleysi ríkja við umheiminn. Varaleiðin mun tryggja lágmarksnetsamband fyrir mikilvægar stofnanir og fyrirtæki. Með þessu erum við að auka áfallaþol samfélagsins og það í samræmi við þjóðöryggisstefnu og netöryggisstefnu Íslands. Nýlega var haldin netöryggisæfing sem kallaðist Ísland ótengt. Þar sem prófað verður viðbrögð kerfa og stofnana yrði Ísland sambandslaust við umheiminn gegnum sæstreng. Á næstu mánuðum mun netöryggissveit fjarskiptastofu og almannavarnir halda sams konar æfingu þar sem prófað verða viðbrögð kerfa og stofnana í gegnum gervihnött. Það gerir okkur kleift að prófa raunverulega hvernig kerfi og innviðir okkar munu bregðast við komið til sambandsleysi Íslands við umheiminn. Næstu mánuði mun netöryggissveit fjarskiptastofu og almannavarnir gera frekari prófanir með beinum aðgangi að varanlegum gervihnött við útlönd. Miðað við að þessi varanlegi gegnum gervihnött verði tilbúin til notkunar í mars. Með þessu erum við að tryggja að Ísland verði betur varið gegn hugsanlegum truflunum og jafnvel árásum. Þetta er stórt skref í öryggismálum sem mun styrkja innviði okkar og halda samfélaginu gangandi sama hvað gerist.